Sæll Benni, hvað getur þú sagt mér eftir þennan leik? Þið byrjaði hann að krafti en svo einhvern veginn í lokin þá fer þetta frá ykkur. Já, ég menn bara flott orka í liðinu í byrjun og leiðum, það ekki 36 mínútur eða eitthvað og já, svo bara, já, missum við þetta svo segir í lokin og þeir taki, þú veist, það var svona undanfarið að því, þú veist, þeir taka 23 sóknarfrákast, þeir hanginn í leiknum á sóknarfrákastum, þeir komast yfir á sóknarfrákastum, þannig að bara stigum ekki nægilega vel út. Þið missið dálítið leikmenn í villuvandræði í dag og líkt til svona senasta leik. Já, ég veit ekki út af hverju, ég skildi ekki, þú veist, allar þessar villur en bara ekki hugmynd, þannig að ég þarf bara að skoða þetta aftur og við erum að fá alveg töluvert fleiri villur hérna alltaf heldur en annars staðar, það er bara. En það er náttúrulega einn leikur eftir, hreinn úrslitaleikur í Síkinu á heimavelli. Fyrir úrslitakeppnina þá sagðirðu við mig að heimaleikjarétturinn skipti í raun engu máli. Er þetta ennþá á þeirri skoðun? Já, ég meina að þú þegar komið í svona 8 leik þá er held ég bara 50-50, þannig að það er bara, getur allt gerst og heimavöllurinn einn og sér ekkert að fara að vinna neitt en þetta líður okkur betur heima og þetta eru verðlaunin fyrir veturinn að vera í efsta sæti ef að vera svona leikir, þannig að ég trúi að heimavöllurinn hjálpa okkur og líka að líka bara að mínútu dreifleiki okkur í seríunni svona yfir höfuð hjálpa okkur líka, þannig að það bara kemur í ljós. Hvað þurfum við að gera til að klára þetta á miðvikudaginn? Við þurfum að frákasta töluöfið, við tökum frákastunum með 20 hérna í kvöld, þannig að það er fyrsta sem ég dettur í hug. Takk fyrir Benni, gangið vel.